Veistu hvað þú þarf að gera? Ég veit hvað ég að fara að gera. Kom í gang. Já, góðan daginn. Ég bið ykkur velkomin til þessa 688. fundar bæjarstjórnar og segi fund settan. Á dagskrá eru 16 mál og þar af eru 9 fundargerðir til staðfestingar. En í upphafi fundar þá vil ég minna á 15. grein samþykta stjórn bæjarins og sem fjallar fundarsköp og ritun fundargerða og þar G-liðurinn sem fjallar hve oft má tala í hverju máli og þar tiltekið að almenna reglan sú að menn tali tvisvar ef ekki oftar í hverju tilviki eða þegar vera að fjalla hvert mál og ég óska bara eftir góðu samstarfi það að höldum okkur við þessar reglur og þau fundarsköp sem gilda og við göngum til dagskrár. Það fyrsta máli kosning í bæjarráð. Haraldur Gjörsson. Já, forseti, listi sjálfstæðismanna leggur til hér breytingu á fulltrúum hans í bæjarráði. Formaður bæjarráðs verði Kolbrún G. Þorsteinsdóttir í stað Bryndísar Haraldsdóttur og fulltrúi D-listi bæjarráði og varaformaður líka verði þá Theodór Kristjánsson. Þannig að fulltrúar í bæjarráði frá D-lista verði Kolbrún G. Þorsteinsdóttir sem verði formaður og Theodór Kristjánsson sem verði varaformaður. Út úr bæjarráði fari Bryndís Haraldsdóttir. Eru aðrar tillögur? Ef ekki, þá skoðast þau samþykkt. Annað mál kosning í nefndir og ráð og það Bjarki Gjörsvel. Já, forseti og góði fundamenn. Það verið hér að tilnefna vaflisti tilnefnir 2 nýja fulltrúa í þróunar- og ferðamálunefnd. Annars vegar verður það Guðmundur Sigmundsson sem verður aðalfulltrúi vaflista, áheyrnarfulltrúi og varamaður hans á hálfu vaflista Ólafur Gunnarsson. Takk fyrir. Haraldur Gjörsvel. D-listi leggur til breytingar í þróunar- og ferðamálunefnd. Ólöf Þorvaldsdóttir sem kjörinn formaður þeirra nefndar, hún að flytja úr bæjarfélaginu, vera þar af leiðandi ekki kjörgeng og lagt til að í stað hennar verði formaður þróunar- og ferðamálunefndar Rúnar B. Guðlaugsson. Og síðan líka tillaga breytingu á varamanni í fræðslunefnd fyrir D-lista. Þar líka aðili að flytja úr bæjarfélaginu. Snorri Gíslason, hann að fara á heimaslóðir í Vesturbæinn, eða fornarslóðir í Vesturbæinn. Og við leggjum til að í stað hennar verði Bylgja Bára. Stað hans. Já, stað hans, já, afsakið. Bylgja Bára, versdóttir hún Bylgja Bára Bragadóttir. Verði kjörinn í stað varamaður í fræðslunefnd í stað Snorra Gíslasonar. Aðrar tillögur? Ef ekki, þá skoðast þessir aðilar rétt kjörnir. Þá komið að fundargerð bæjarráðs frá 27. janúar, það var 1291. fundur, orðið laust fundargerðina. Haraldur Gjörsvel.
Forseti, ég langar að koma hér upp undir máli númer, hvað það nú númer? Það númer 5. Þjónustukönnun sveitarfélaga fyrir árið 2016. En á þessum fundi þá kom fulltrúi Gallup, Matthías Þorvaldsson, viðskiptastjóri á bæjarráðsfundinn og kynnti niðurstöðu þjónustukönnun sveitarfélaga fyrir árið 2016 sem gerð er meðal 19 stærstu sveitarfélaga landsins. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem þessi könnun hefur verið gerð og væntanlega ekki í það síðasta. Mosfellsbær hefur gegnum tíðina komið vel út í þessari könnun og hefur líka nýtt sér þær ábendingar og vísbendingar sem í henni felast til þess að svona grafast þá dýpra og ofan í svona einstök mál sem hún fjallar sérstaklega það sem að stjórnendum hefur ekki þótt niðurstöðurnar nægilega góðar. Í þetta skipti þá er niðurstaðan sú að í stærstu spurningunni, þar að segja þeirri spurningur á hvaða stað, hvað sveitarfélagi þykir, eða það sem spurt um ánægju íbúa með búsetu í viðkomandi sveitarfélagi. Þar trónar Mosfellsbær á toppnum. 97% íbúa er annaðhvort ánægðir eða mjög ánægðir með Mosfellsbær sem stað til að búa á. Og mér langaði nú bara að óska okkur hér sem við þetta borð sitjum til hamingju með þessa niðurstöðu. Ásamt því að óska öllum starfsmönnum bæjarins til hamingju og þakka þeim fyrir að gera það þannig úr garði að ánægja íbúa með búsetu sína í þessu sveitarfélagi sé með þessum hætti. Auðvitað er þetta könnun sem er ekki neitt heilagur sannleikur en hún gefur vissulega vísbendingar. Úrtækið er tiltölulega stórt í Mosfellsbæ, eða 350 manns. Þannig að þetta er vísbending og góð vísbending það hvernig fólk hér upplifir það að búa hér í sveitarfélaginu. Og það er ánægjulegt að það skuli vera með þessum hætti eins og hér kemur fram. Í öðrum málaflokkum er Mosfellsbær að koma ágætlega út. Við erum vel fyrir ofan meðaltal í allra sveitarfélaga í öðrum málaflokkum með öðrum spurningum. Og höfum hækkað okkur milli ára. Það er hægt að gera betur og það er alltaf hægt að gera betur. Og ég sem bæjarstjóri mun leggja þá áherslu að þar sem að við getum bætt okkur að það verði farið ofan í það hvaða hættir það væru sem það getur gert og að við munum áfram vera í forystu sætum í það sé Mosfellsbær í þessari könnun sem að gefur vissilega ágætis vísbendingar það hvernig íbúar upplifa þjónustu sveitarfélaga. En aðalatriðið var að fá að þakka starfsmönnum bæjarins fyrir það og óska þeim til hamingju með þessa niðurstöður því að þetta er fyrst og fremst þeim að þakka að íbúar hér upplifi bæjarfélag sitt með þessum hætti. Fleiri sem að æskja þess að þetta máls, Kolbrún Björnsvöld. Ég vil bara taka undir orð bæjarstjóra varðandi þessa útkomuna og þessari þjónustukönnun að þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir þessa útkomu og hvað hefur verið bætt í frá síðustu könnun. Eins og það gefur að skilja þá náttúrulega stingur maður ekki svona niðurstöðum ofan í skúffu og gerir ekki við þær frekar en við aðrar niðurstöður. Þannig að það var margt þarna sem fyrir ári síðan sem kom ekki eins vel út. Og við skoðum hvað mætti fara betur og löguðum það og vonandi er það að skila sér bara einmitt í bættri þjónustu til bæjarbúa.
það er annað mál sem ég langar til að tala um, forseti, má ég halda áfram? Eru fleiri sem að vilja ræða 5. málið? Ef ekki, þá gjör svo. Já, ok. Já, það langar mig til að aðeins að benda á bara mál nr. 2, lögreglusamþykktina, að það er margt hérna sem við þurfum að það er svona vekja athygli bæjarbúa á henni. Ég held að við þurfum að gera það og það sem í henni er svona, þetta er ákveðin svona sáttmáli, svona íbúa sáttmáli um það hvernig við ætlum að hegða okkur og hvernig við svona, já, hugum okkur hér í okkar ágæta bæ. Ákveðin svona tillitssemi og hérna það var alltaf svona hávaða og hvernig fólk leggur við stórar og fjölmennar fjölbýlishús og allt þetta varandi tengivagnana, eða hvað þetta heitir þarna, hjólísinn og fellihísinn sem er hér dreift hér allan bæ á sumrin og veldur pirringi og er lagt á þannig stöðum að það getur hreinlega valdið umferðar og öryggið er í húfi og varandi gangandi vegfarendur lagt á gangstétt og blindar sín barna til að komast yfir götur og annað slíkt, þannig að það er ýmislegt þar sem við þurfum eiginlega svona að kafa í og skoða og benda fólki á að þessi yfirleitt að þessi lögreglusamþykkt sé til og svona vekja athygli á henni. Ég held að það sé okkar hlutverk að gera það. Já, það er kannski ekki annað en ég er með eitt yfirbót sem langar að tala um forseti. Fleiri sem vilja ræða lögreglusamþykktina? Ef ekki, gjör svo vel. Takk. Það er mál númer hvað er það? Mál Skálatúns. Hvað er það? Já, mál númer 3. Varðandi Skálatún, það er kannski eins og þarna kemur fram að þá erum við að hefja úttekt, það verður gerð úttekt á rekstri Skálatúns. Það er margt sem þarf að skoða og athuga varðandi það hefur verið lengi, þeir hafa staðið frammi fyrir því að allt fé er uppurið og það hefur reksturinn ekki gengið sem skildi. Þannig nú hefur verið að skoða betur hvað hægt er að gera til að bæta reksturinn og svo náttúrulega þetta bitni ekki þjónustunni og þeim íbúum sem þarna búa. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur sem bæjarfulltrúa að fylgjast vel með þessu og veita þá lögbundnu þjónustu sem okkur ber skylda til og svo að það fari vel þarna íbúa og náttúrulega skoða þau tækifæri sem það í Skálatúni felast. Þannig að ég vildi svona líka vekja athygli á því að þetta er á okkar ábyrgð. Þarna eru líka verið að skoða og taka samtal við jöfnunarsjóð frekari framlög til Skálatúns og náttúrulega okkar fólk hér á fjölskyldusviðinu sem hefur staðið sér frábærlega í því að herja á þá sem þarf að herja á til að halda þessum rekstri áfram og þannig ég vildi svona vekja athygli á því líka að þarna er pottur brotinn og við megum ekki safnaverðum hvað Skálatún varðar. Annað var það ekki, forseti. Takk fyrir. Fleiri sem vilja tala þessa fundagerð? Ef ekki, þá er umræðin lokið. Þeir sem samþykkja hana gjörðu svo merki. Hún er samþykkt, hjáseta? Nei, fyrir ekki. Já. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundagerð 1292. fundar sem í bæjarráð sem haldinn var 2. febrúar. Þar var Bjarki búinn að koma máli við mig og óska eftir að 4. mál yrði tekið sérstaklega fyrir ef einhverju vilja ræða og það er greitt atkvæði það sérstaklega. Einhverju sem ætla að ræða það mál. Ef ekki, þá er spurningin hvort að við einhver önnur mál þessara fundagerðar. Kolbrún, kannski klárum við umræðina og svo förum við í afgreiðsluna. Gjörðu svo vel. Já, mér langar að benda á mál númer 5, þessi vegvísir samstarfsnefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og félags grunnskólakennara vegna málefna grunnskólans. Við í fræðslunefndinni hefur fengið kynningu á þessum vegvísi. Þetta er heljarnar fín glæra sem við fengum að sjá það starf sem framundan er inn í grunnskólum, inn í öllum grunnskólum og það er meðal náttúrulega okkar hér í Mosfellsbæ. Og þetta er náttúrulega gert að beiðni félags grunnskólakennara og til að skoða að það hefur mikið kvartað undan álagi í skólum og þarna á það bara krefja það til merkjar hvað veldur og hvort það sé hægt að gera betur. Þannig ég held að það sé bara mjög mikilvægt að starfsfólk skólanna taki þessu vel og sinni þessu verkefni vel og
svo megi skoða niðurstöðurnar sem þær koma úr þessari rannsókn og til að bæta þá starfsumhverfi kennara og þá væntanlega skólabrag og svo bæði starfsfólki og nemendum líði sem best í skólanum. Þannig að mér finnst þetta bara vel til fundið og vonandi bara verður þetta til gagns öllum þeim sem í skólanum eru. Takk fyrir. Fleiri sem að vilja ræða fundargerð Bæjarráðs? Ef ekki þá ætla ég ekki að Bjarka kost á að víkja meðan að við göngum til atkvæða fjórða mál. Þeir sem að samþykkja afgreiðslu Bæjarráðs í fjórða máli gjörðu svo gefa merki. Takk fyrir. Það samþykkt með 8 atkvæðum og Bjarki vék af fundi að fagristi bókað. Þá að kalla í Bjarka. Þá ber ég upp fundargerðina að öðru leyti. Þeir sem að samþykja hana gjörðu svo gefa merki. Takk fyrir, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundargerð 251. fundar fjölskyldunefndar sem haldin var 27. janúar. Orðið laust þá fundargerð. Engin Kolbrún Gjörsval. Já, það er sem sagt fyrst sem nokkuð til að nefna, það ársfjórðungsyfirlitið. Það eins og fram kemur já, frekar að fresta, það er rétt. Ok, þið viljið kannski ekki vita þetta, en ég var búin að frekar umfjöllun, þetta var alltaf fjallað hana sko. En já, ok, þá er ég ekki talað, en þá ætlum ég bara að nefna annað mál sem var þessi skýrsla, mál nr. 2. Málefni fatlaðs fólks yfirfærsla frá ríki til sveitarfélaga. Þessi skýrsla er skýrsla félagsmálastjóra sem að þessum flutningi kom. Þannig ef einhver er að velta fyrir sér hvað þetta flagg á að fyrirstilla. Það er einhvers konar samantekt og skýrsla frá þessum starfshópi sem kom að þessum flutningi frá ríki til sveitarfélaga. Það er sem sagt svo sem engar niðurstöður, þetta er bara svona almennar upplýsingar hvað þann yfirflutning varðar. Ef einhver skyldi spyrja sig. Þannig að ég veit að það voru einhverjar spurningar sem vaknaðu varðandi þessi skýrslu, en þetta er sem sagt bara skýringin. Þetta er bara félagsmálastjórarnir sem að þessu verkefni komu. Já, annað var það ekki. Fleiri sem æskja þess að ræða fundargerð fjölskyldunefndar? Ef ekki, þá umræðu lokið. Þeir sem að staðfesta fundargerðina gjörðu svo gefa merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundargerð 333. fundar fræðslunefndar sem haldin var 1. febrúar. Orðið laust þá fundargerð. Gersi alveg mér orðið. Það er kannski í tali bæði fyrsta og þriðja mál stuttlega vekja athygli á fyrsta málinu þar sem að var verið að kynna niðurstöður og hópastarfi á fræðsludegi kvíða í 8., 9. og 10. bekk og þessi fundur eða hvað á að segja þetta hópastarf og þessi fræðsludagur lukkaðist sérstaklega vel og kom mjög ánægjuleg útkoma úr þeim degi og þetta verður aftur á dagskrá fræðslunefndar eftir því sem þessu verkefni framvindur. Nú að öðru leyti þá ætla ég bara að vekja athygli á skóladagatölunum að þau hafa verið samþykkt og þau eru þá tilkynningar hjá hverju stofnun fyrir sig og þannig að það sé upplýst að það sé búið að samþykkja skóladagatölunum.
fyrir næsta skólaár hafa jafnframt ákveðið að færa þessar vinnureglur sem hafa verið óskráðar á blað, þannig að við séum með það á blaði, þannig að öllu sé ljóst hver vinnuferillin og þannig geta allir verið upplýstir það hvað er haft að leiðarljósi við gerð þessar skóladagatala og sá ferill kemur þá aftur til umræðu í fræðslunum til þess að við séum með þá á hreinu að það sé sátt að þegar hann er komin á blað. Annars er ekki svo vel. Forseti, ég kom í það til að raun og vera að ræða sömu mál og formaður fræðslunefndar breytað upp að hérna. Sko, ég ætlaði nú að spyrja sérstaklega út í skóladagatölunum þess að það var eins og hefði gengið eitthvað illa að samþykkja þau að komið ekki þrisvarsinnum inn í nefndina. Formaður fræðslunefndar samt skýrir að ég skildi hann þannig að þessir ferlar sem þessi gæðaferlar sem verið að setja starfið upp í núna eða vinnuna við gerð skóladagatala sé í raun og veru bara að festa í sessi og skjalfesta hvernig staðið að þessu og hverju kom að því og það kom líka fram í máli formanns að þessar skriflegu reglur myndi þá vera lagðar fyrir fræðslunefndina og það er gott því þá er það sem ég ætla að spyrja hvort þetta kæmi ekki örugglega inn í fræðslunefnd aftur þannig að það væru allir með þá hreinu hvernig þessi vinna ætti að fara fram. En auðvitað hlýtur hún að fara fram í samræmi við lög og reglugerðir hingað til þó hafa ekki verið skjalfestir einhverju ferlar í kringum það. Ég gef nú ekki ráð fyrir öðru. En þá langar mig að fara aftur í mál númer 1 og ég var búin að heyra þessum fundi sem greinilega var mjög vel heppnaður og krakkarnir stóðu sig mjög vel og var áhugavert mér sagt að hlýða á þeirra frásögn af þeirri vinnu sem þau fóru í. Það kemur fram hérna í bókun nefndarinnar að fræðslunefnd þakkar góða kynningu og frábært og þarft verkefni og síðan þetta verkefni heldur áfram og verður kynnt aftur fræðslunefnd. Nú langar mig að vita hvað verður vegna sem ég skildist að núna væri vinna með þessum börnum búin og þá langar mig bara að vita hver eru næstu skref, hvað gerist næst varðandi vinnuna með kvíða barnanna. Kolbrún Gjörsvöld. Og þá niðurstöðu sem börnin komist að, hvað á að gera við hana? Það er einmitt verið að vinna úr því en Kolbrún Gjörsvöld. Það vantar bara upplýsingar, það stendur bara, ég er bara forvitin að vita. Já, forseti, ég ætla líka að ræða í stað að svara þessu spurningu varðandi fyrsta mál. Það var nefnilega alveg frábært verkefni. Hún Hulda Sólrún af fjölskyldusviðinu, fræðslusviðinu og kynnti þetta fyrir okkur og það hefði kannski verið gott að hafa glærurnar hennar þarna undir. Það hefði kannski vantað, við endur að fá þær. Þar eru það var mjög áhugaverðar og skemmtilega glærur sem hún sýndi okkur og það sem fram kom á þessum fundi með krökkunum komu margar frábærar hugmyndir sem ég ætla að byrja því að ræða það, svo ætla ég að svara spurningunni þín og eftir Rannsýrðir. Og það voru margar frábærar hugmyndir sem auðvelt er að framkvæma, aðrar sem eru kannski ekki eins auðvelt en sannarlega hægt að skoða og það sýnir bara hvað það er mikilvægt að hlusta á nemendur og heyra hvernig þau sjá fyrir sér skólan sinn og hvað þau vilja gera til að bæta skólabrag og líðan og þau vilja það náttúrulega og það var slökkt á símanum annars er þér. Já og það var margt sem kom fram, margir ótrúlega skemmtilegir punktar, já þarna sé ég mitt glærurnar, við þurfum að senda þetta á mannskapinn. Þetta er undir málinu. Er þetta undir málinu? Já, ok, það er flott. Þetta er undir málinu. Ekki inn í hinu, já. En sem sagt, það sem á að gera í framhaldi af þessu, að það er að... Þannig að... Hlusta. Já, ef að formaðurinn
Fórsetið er kannski hægt að trufla mig í sætum, ekki að ég hlusta á bæjarfulltrúann í pontu. Já, í næstu skref er sem sagt að krakkarnir eða nemendur þeir vilja halda aftur svona dag og það kom nú fram reyndar að þeir vilja að halda áfram þessu formi, hvort það verði akkurat rætt þetta málefni eða eitthvað annað, en þau vilja fleiri svona daga þar sem er unnið með eitthvað ákveðin þemu sem er þessi bara gráfært að gera. En það sem á að gera er bara að vinna áfram með þeirra hugmyndir sem komu fram á fundinum og voru settar á blað. Unnið bara í samvinnu við þau og þessar hugmyndir sem fram komu og raunverulega þau fá að sjá þessi árangur að þeirra tali og þeirra hugmyndum og það fær í framkvæmd. Þetta er ekkert stórkostlegt, þetta er ekkert eitthvað sem einhver tilkostnaður eitthvað slíkt. Þannig að þau eigi svona hlut í þessu og halda áfram, það er ákveðin hópur sem mun halda áfram að fylgja þessum hugmyndum eftir. Ég held að það sé bara mjög gott og þetta er algjörlega til fyrirmyndar þetta verkefni. Takk fyrir. Fleiri sem að vilja ræða fundargerð fræðslunefndar, kannski bara árétta það að þetta er undir málinu en þetta er ekki fyrir neðan punktinn heldur þarna hægra megin í skjölunum sem að fylgja. Þannig að upplýsingar eru þarna. Ef ekki fleiri vilja ræða fundargerðina þá er umræðum lokið. Þeir sem að staðfesta hana gjörðu svo gefa merki. Takk fyrir. Hún er staðfest með 9 atkvæði. Þá tökum við fyrir fundargerð 208. fundar íþrótt- og tómstundanefndar sem haldinn var 2. febrúar. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðum lokið. Þeir sem að staðfesta fundargerðina gjörðu svo gefa merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæði. Þá tökum við fyrir fundargerð 429. fundar skipulags- og byggingarnefndar sem haldinn var 31. janúar. Þar var Bjarki búinn að koma máli við mig varðandi, 11. mál er það ekki Bjarki? Að það verði afgreitt sérstaklega. Þannig að ég ætlaði fyrst að hafa að kanna hvort það er einhverju sem að vilja ræða það mál. Ef ekki, þá gef ég orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Bjarki, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég kem hér upp undir 5. máli sem er eftirfarandi titil í Búrfellslandi í Þormóðsdal, framkvæmdaleyfi fyrir rannsóknarborunum. Ég ætla nú bara að vekja athygli á niðurstöðunum. Það snýst umsóknum framkvæmdaleyfi til að hefja rannsóknarborunir í Þormóðsdal á gömlum slóðum sem áðurinn hefur verið að leitað af gulli. Það var skipulagsnefndurinn áður búinn að hafna þessu, síðan var haldinn fundur með þessum aðilum, með óskuð eftir því. En það var semst aftur verið að taka þetta mál fyrir á þessum fundi sem nú er hér til umfjöllunar. Og ég ætla að fá að lesa bara niðurstöðuna með leyfi forseta. Skipulagsnefnd telur ný gögn ekki breyta afstöðu nefndarinnar og synjar erindinu. Það sem umsókn framkvæmdaleyfi samræmist ekki aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011 til 2030. Takk. Fleiri sem að eskja þess að ræða fundargerð skipulagsnefndar? Ef ekki, þá er umræðin lokið og við gefum Bjarka kost á að hingurum meðan að Bjarki víkur að fundi. Þeir sem að staðfesta afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi í 11. máli, gjörðu svo gefa merki. Hún er staðfest með 8 atkvæðum og hjásetu Bjarka sem vika fundi og það færist í bókarana að við vikið að fundi, það er ekki hjáseta heldur að við vikið að fundi, fyrir ekki að mér sem eldi mig. Og þá er að kalla í Bjarka. Hvað segir þið? Hraðaspurningum lokið? Þá ber ég upp fundargerð skipulagsnefndar að öðru leyti þess sem að staðfesta hana gjörðu svo gefa merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá erum við komin
að fundargerð 61. fundar þróunar- og ferðamálanefndar sem haldin var 24. janúar. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá umræðu lokið. Þeir sem staðfesta hana gjörðu svo gefa merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá erum við búin að ljúka við afgreiðslu þeirra fundargerða sem eru til staðfestingar. Þá er komið að fundargerða til kynningar og þá tökum við fyrst fyrir 301. fund eða 301. afgreiðslufund byggingafulltrúa sem haldinn var 25. janúar. Orðið er laust fundargerð þess fundar. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er fundargerðin lögð fram. Þá er því næst er það fundargerð 302. afgreiðslufundar byggingafulltrúa sem haldinn var 30. janúar. Orðið er laust. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerðin lögð fram. Þá tökum við fyrir fundargerð 847. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga sem haldinn var 27. janúar. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið, fundargerðin lögð fram. Þá er komið að fundargerð 357. fundar samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins sem haldinn var 31. janúar. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið, fundargerðin lögð fram. Næsta fundargerð er vegna 159. fundar stjórnarfundar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins sem haldinn var 20. janúar. Orðið er laust fundargerðina. Já, gjör svo. Fyrirgefðu. Undir slökkviliði 157, 158 og svo 159. á dagskránni er bara 159. Vorum við ekki búin að afgreiða hinnar áður? Það sem að spyrja, okkur þeirra. Jú, það er bara Ég held að það, allt afgreitt. við könnum það þá á milli funda og ef það eru óafgreiddar þá verða þær settar á dagskrá næst. Sigurður, þú gætir þess. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerðin lögð fram. Þá tökum við fyrir fundargerð 258. fundar í stjórn Strætó sem haldinn var 20. janúar. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerðin lögð fram. Og að síðustu tökum við fyrir fundargerð 370. fundar stjórnar Sorpu sem haldinn var 27. janúar. Orðið er laust fundargerðina. Kolbrún gjör svo vel. Já, forseti, mér langar til að benda á minnisblað rekstrarstjóra. Það þarf að segja það fylgir fundargerðinni. Búin að benda á það að það var náttúrulega eins og þessi byggðasamlög við þurfum náttúrulega stöðugt að vera að skoða reksturinn á þeim og hvernig er hagkvæmast að reka þau. Þannig að það hefur náttúrulega verið gerð úttekt á Sorpu og meðal þeirra tillagna sem kom fram var að stytta opnunartíma á móttökustöðunum og það er náttúrulega ekki líklegt til vinsælda. Fólk er náttúrulega, það er helstu kvartanir sem berast til Sorpu er að það er opnunartíminn. En þeir sem eru kannski helst að nota þessar móttökustöðar eru endurvinnslustöðvarnar fyrir hádegi á virkum dögum eru stóru fyrirtækin. Og með þessu rauninni frá með 1. mars þá lokar á þessum fáu stöðum sem eftir eru sem opna fyrir hádegi eins og á Breiðhellu, það mun loka. En það sem rauninni er verið að beina fólki að gera, eða það að segja fyrirtækjum aðalega og einstaklingar sem eru með einhver rekstur og byggingar aðilar og slíkt er að fara með sitt rusl og það sem þarf að fara með á Sorpu, að fara með það í Gufunes.
það er náttúrulega stöðin sem tekur á móti svona stórum hlutum. Þannig rauninni hafa þessar litlu endurvistarstöðar varla haft við því að taka á móti þessu mikla sérstaklega frá byggingarstöðum og öðru slíku sem að varla bera þessar litlu stöðar bera ekki þetta sem að þeir eru að koma með, þessi stóru framkvæmdaaðilar. Þannig að það eru svona ábendingar það, ef þið fáið að heyra eitthvað það að Sorpa sé að loka á þessum fáu stöðum sem hann hefur opið og beina fólki bara upp í Gufunes. Og það ætti nú ekki að vera kannski ekki stórt vandamál í þessum daglega amstri fyrirtækina að senda bíla upp á Gufunes. En það er bara það sem ég vildi benda okkur á. Fleiri sem að eskja þess að taka til máls? Ef ekki, þá er umræðin lokið. Fundargerðin lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessu fundi. Ég þakka fundarsetjun og segi fundi slítið. Aldrei með.